þrálaus. Jæja, þá eru leikmannakynningar búnar og þá styttist heldur betur í leikinn. Eins og þegar maður kannski heyrðu það, þá eru dómar þessa leiks Leifur Sigfinnur Garðarsson, aðaldómari, reyndur og frábær dómari. Með honum eru Davíð Kristján og Halldór Jens. Óskum þeim góðs gengis sem og öllum leikmönnum og þjálfurum þessara liða. Þá er Leifur búinn að flauta mínútu, leitar hér að hendum leikbolta. Leifur reyndur dómari og ekki lengi að finna boltan. Exar hann að svona LDH, já. Leifur Dóri Heiðar líklegast, finnst mér líklegt. En það er sem fyrr vel mætt í síkið. Og
búist við miklum látum. Vona að Grettismenn láti vel í sér heyra, sem og allir aðrir stuðningsmenn. Þýðir ekkert annað, þetta verður hörkuleikur. Njarðvík er með hörkulið og eins og ég var að tala hérna fyrir leik að þeir eru í sömu aðstöðu og Tindastóll með að tefla fram 2 erlendum leikmönnum. Þurfa að skipta þeim bróðurlega á milli sín og það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta kemur allt út. Já, Njarðvík byrjar með hefðbundi byrjunarlið, sé ég hérna. Það er Jóhann Árni Ólafsson, númer 4, Logi Gunnarsson, númer 14 og fyrirliði Njarðvíkinga og höfðingi Snjólfur Marel, númer 1, Björn Kristjánsson, númer 8. Mikill fengur fyrir Njarðvíkinga, fengu hann frá KR-ingum fyrir þetta tímabil. Og annar erlendi leikmaður Njarðvíkingur, númer 23, Corbin Jackson. Það er hefðbundið byrjunarlið hjá Tindastól. Það er Pétur númer 7, Björgvin númer 9, Chris Kjert númer 13, Helgi Rafn Vigfússon númer 14 og Mamadou Samb númer 15. Nú verður Njarðvíkingar spila og Stefán Bono á móti Corbin Jackson eins og margir áhorfendur mögulega vita. Við erum með 2 stóra erlenda leikmenn, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þeir spila úr þessu. En Njarðvíkingar byrjuðu með boltann, Corbin Jackson vann uppkastið og Logi með langan þrist, setur hann ekki honni. Chris Kjert fær passa bara að þessi bolti sé Tindastóls. Þetta skot hjá Loga var raunin ekki svo galið þar sem hann er mjög góð þryggjastæði skipta bara þegar hann kominn inn fyrir miðju. Og stólinni byrjaði strax inn á Samb. Það hefur ekki verið svona lenskan í þessu leikjum en ánægilegt að sjá þetta og hann átti þarna sæmilega hreyfingu og það er bara komið Jóni. Jackson fer á Samb og Samb blokkar hann þarna. Góð vörn hjá Paco eins og hann vill láta þetta. Pétur upp í jumper, hann er frábær í þessu. Bremsubúnaðurinn á Pétri er gríðalegur. Og Helgi næstu búinn að stela boltanum hana. En Davíð Röðarsson að láta færa lausamunni út af völlinn, hættulegir. Jóhann að taka boltan inn, kemur hann næstu búinn að fá 5 sekúndur á sig þarna. Það lengi að koma boltan inn. Logi og Björgvin á Loga. Frábær pick and roll þarna hjá. En Helgi Rafn með flotta vörn. Annað blokki á Corbin Jackson. Samb skilar hann Monni. Stólinni hérna byrja með flotta vörn í kringum körfuna. Og Bjössi Kristjáns finna Corbin. Flott spil hjá Njarðvíkingum. Jóhann rífur frákast af Helga en stígur út af. Þannig að það er Tindastóls bolti. Það er enn og aftur frábær stemning á pöllunum. Það er stólasókn og Samb þarna biður villu. Það var engin villa, hann bara skilar Ronny eins og hann á að gera. Frábærlega gert. Helgi er að stela boltanum, Helgi er að fara að tróða þessu. Já! Helgi Rafn Vigfússon kemur Stólunum í 8-0 og neyðir Daniel Guðna í leikhlé eftir 2 mínútur og 5 sekúndur. Kosta var væga sagt ánægður með þetta. En Daniel Guðni er rólegheitin uppmáluð. Og virtist að vera með það alveg á hreinu eins og móti Stjörnunni og annað.
þar lendu einmitt Njarðvíkingar til að mynda langt á eftir í byrjun. 10-15 stigum sem dutt undir og komið tilbaka. Úr var hörkuleikur. En stigaskorið hjá Stólunum að dreifast bara. Það Pétur, Helgi og Samp sem eru skorað. Samp kom með 4 stig. Njarðvíkingarinn bæði lið þurfa að láta reka sig úr leikliðinu. Ægilega gaman að tala saman. Stefán Bonó er farin að hita upp hérna á niðurlínunni hjá Njarðvíkingum. Það vantar að hita upp lappirnar mjög vel. Hann er hitateip á hásjötunum eftir að hann sleit þar báðar á síðustu 2 árum. Það er þetta komið í gang aftur. Þeir fara inn á Corbin Jackson, hann fer á Samp, dribbla einu sinni, finnur síðan Jóa sem var ansi stuttur í kvistinum. Og í baráttunum frákastið þá fer hann af Corbin Jackson, sýndist mér, og það var tvisbolti. Pétur kemur upp bolta. Hóstaði skrýni þarna með Helgara. Fær síðan skrýni. Þetta er frábærlega gert hjá Pétri. Hann fristi, ég er nokkuð sem hann hafi frist Samp þarna líka. Það vissu ekkert hvað voru að gera og Pétur bara fekk flugbraut á körfunni. Helgi Rapp með frábæra vörn. Bjössi bara hoppar á hann. Daniel Guðni vildi fá villu á Pétur. Hann er nokkuð ósáttur með dóminn að hafa ekki dæmt. Það lætur hann heyra. En þetta kveikir heldur betur í stúkunni, maður. Kemur Björgvin. Logi Gunnarsson er að dekka Pétur núna. Ég veit ekki hann, Logi er frábær varnarmaður. Fyrir það sem ekki vita. Og Mahmoud Samp. Björgvin. Frábærlega gert í Björgvin. Glæsilega gert. Snúningur. Mjög rólegur í loftinu. Skilar snúning. Jói fyrir Jón Árni Ólafsson fyrir Njarðvíkinga. Finnur Logi á Corbin Jackson sem er, treður sem er látur. Blokkaði tvisvar undan. Gefur engum séns á því núna. Það er Chris Gert. Finnur Samp, Corbin Jackson. Stelur bara boltanum. Logi, auðvitað. Og það er leiklega Kosta. Hann vill ekki hleypa Njarðvíkingum neitt áfram. Ekki neitt. Daniel Guðni er ennþá ósáttur með þennan dóm sem að hann var engin dómur. Hann vildi að hefði verið dæmt á Pétur þegar að Björn Kristjánsson var að koma með boltan upp. En Njarðvíkingar voru nokkuð duglegir á leikmannamarkaðinum í sumar. Fenguðu Björn Kristjánsson eins og ég talaði frá KR-ingum. Hún hafði verið Íslandsmeistari þar síðustu 3 ár. Síðan fóru þeir til Grindavíkur og fengu Jóhann Árna Ólafsson heim eftir veru í Grindavík. Og svo ekki sé minnst á gamla brýnið Pál Kristinsson sem er allan að hjálpa þeim með hann að stóri Jón Sverrisson, þeirra kannski stóri íslenski leikmaður, er frá. Njarðvíkingar eru ansi svona litlir fyrir utan Corbin og það er villa á Snjólf. Hleypur hérna inn í Pétur. Chris Gert. Kemur boltinn inn. Finnur Samp. Kemur hann í höndur á Gert.
Björgvin og Sam. Hann fer hann upp, já, Skilarason í velgerð. Sam. Fær hann smá tíma til að athafna sig og það alveg ágætur í þessu. Logi bara hendir hún til Péturs. Pétur finnur Kjert. Kjert ætlar bara alltaf leið. Það finnur Sampanna. Já, skynsamlegt, senda Pétur og... Já, Pétur, stepback þristur, auðvitað! Miklu snegri, Snjólfur tekur hann bara hann á smá stepbacki. Það er búið sér til 1,5 meter hann. Bjössi Kristjáns yfir á Jóa. Og Korpir hann í frákastinu. Nær frákastinu, frábærlega vel gert. Sterkur hann. Leggur hann núni. Staðan 17-7, 5 mínútur eftir. Pétur upp í þrist. Finnur ekki köruna. Samp með frákastið. Pétur finnur Samp. Björgvin. Og það er vill á Korpin. Stígur upp í. Setur mjöðminn út. Það er bara bannað. Gerir það í dansi. Meðan mann hikkir ekki körur. Pétur, hérna ég segi Logi. Sló hann bara út af. Engin skaði skeður. Bara boltinn á hliðarlínunni og allt í gangi. Kjert tekur boltan inn, Snjólu til varnar. Vinnur Helgarab. Kjert driblar þarna. Samp fyrir þrist. Setur hann ekki onni. Það komið svona 2/3 onni en fór síðan upp úr. Björn Kristjánsson upp í tvist, eða langur tvistur. Setur hann ekki onni. Helgi Rapp með frákastið. Gefur hann beint til Péturs. Pétur yfir á Hafþór. Inn á Helga. Helgi með Snjólu á fanginu. Frábær sendingur Helga. Kött hjá Björgvin gegn teginn. Frábært spil. Samp mætir Korpin upp á 3 stiga línu. Ég veit ekki alveg af hverju. Hann hefur ekki verið að skjóta boltanum. Allan ekki það sem af er þessu. Nú eru skiptingar á liðunum. Helgi Freyr Margísson kemur inn fyrir Helga Rapp. Og inn á hjá Njarðvíkingum koma Stefán Bonó og Páll Kristinsson. Eins og ég talaði hérna fyrir leik að þetta er bara teymi. Þeir koma inn saman, fara út saman. Og nú væntanlega breytist vörn stólana töluvert þar sem ógnin í Bonó er og Loga og Jóa og Bjössa Kristjáns. Þeir eru allir geta skotið. Björgvin með frákasti eftir misjafna skot til Loga. Samp. Helgi inn á Samp. Hann með Pál Kristjáns á sig. Og hann skrefar líklegast, já. Kemur Björn. Jóhann. Þannig kemur Stefán Bonó. Það er bara beint í trapp og hann sparkar boltan með miðju. Og Hannes finnur Samp, hann treður þessu. Já, frábærlega vel gert. Það var eins og hann bjóst ekki við að fá það báða en þetta var mjög vel gert. Samp. Það er airball frá Jóhann Árni. Samp við skiptingu og þreyttur. Hann er búinn að spila sko bara besta sem hann hefur sýnt í haust. Hann er mjög góður. 8 stig, einhver frákost, blokk, frábær vörninni. Þá kemur Paco inn á. Hann er ekki eins góður sóknarlega þó hann geti sett hann. Já, hann fer upp í skot, stuttur. Björgvin í frákastu og Leifur dæmi Njarðvíkurbolta. Björgvin vildi uppkasta sem er örugglega snert hann báðir.
Þá Stefán Bonó. Hannes til varnar. Hann brýtur á honum. Hannes settur hann inn bara gjörsamlega til að meina Bonó boltan. Logi þóknarfrákvæmst setur hann ekki onni. Helgi finnur Pétur. Pétur á Loga. Og Logi fær ekki vill á sig. Kosta alveg brjála, það vilja vill á Loga. Hannes upp í þrist, hann setur þetta. Nei, hann setur þetta ekki. Paco með... Nei, Papp með frákastið segi. Fínt skrín, fær boltan. Já, frábært. Góð sending á Pétur hann. Og Papp skilar það svona. Kemur Björn, finnur Stefán Bonó í backdoor. Þetta bara nánast ómögulegt skot, en það samt. Þegar hann að skota, maður heldur alltaf að boltinn sé frá honum, hann bara búinn að sýna það síðustu leikjum ár hjá Njarðvík. En þá það Tindastóls bolti, Björgvin tekur hann inn, finnur Pétur. Pétur, Hannes, skrín frá Papp. Fær villu á Pála Kristinsson. Páll ætlaði að reyna að taka ruðning hana. Það komið bónus inn mér. Já, það bónus, þannig að Tindastólsmenn fara á línuna. Papp að fara að skjóta tveimur vítum. 1:42 eftir að fyrsta leikluta. 23-7 fyrir Tindastólsmönnum. Hann stuttur hjá Papp. Setna víti á Papp. Setur það ekki honni, Hannes í baráttunni. Frábær barátta. Páll sterkari, stærri, reyndari. Logi, Björgvin til varnar. Logi, erfið sending að Loga. Frábærlega vel gert hjá Helga að lesa þetta hana. Það stólinn á, næstu stólinn bolti frábær. Hann sko hékk í loftinu í 2 mínútur virtist vera. Hann farin að henda sér fram og tilbaka hann á báði kannir. Frábær barátta leiknum. Það stólabolti, fór af Bonó út af. 8 sekúndur segja Já, sem sagt, það var bara 8 sekúndur á Tindastólsmennina út af við vorum búin að ná vald á boltanum þegar að slegin á höndunum og enginn náði vald á boltanum. Það voru bara 2 sekúndur eftir. Pétur bara vissi það ekki, Bonó upp í þrist, setur hann ekki honni. Pétur kemur upp. Pétur fer alltaf leið, auðvitað Pétur, óheppinn. Frábær vörn á Páli, það var galopinn Björn í þrist, setur hann ekki honni. Papp með frákastið. Pétur kominn inn aftur til að taka boltan upp. Fær gamla góða hornið. Helgi, Freyr, Björn til varnar. Hannes dræfur á Bonó, finnur Papp í teiknum, glæsilega gert. Dró vörnina niður. Steig frá Papp, galopinn fyrst. Bonó ætlar að taka síðasta skoti í þessu leikluta. Leggur vantar á stað þegar við svona 5 sekúndur eftir af skotklukkunni. Já, gerir það. Og Hannes
þvingar hann inn í teiginn á móti Pap sem betra heldur þristur. Pétur fer upp í miðjuskot, setur ekki honni, fer í spjaldið. Staðan eftir fyrsta leikluta 25-9. Tindastóll í vil, það sem að Mamadou Samb með 8 stig og Pétur með 7 stig. Það hefur lítið gengið upp hjá Njarðvíkingunum. Já, líklegt bara fyrir tilstilli góðara varnar hjá Tindastól. En hjá Njarðvíkingunum eru Corbin Jackson og Logi Gunnarsson með stigahæstil, þar að segja. Corbin með 4 og Logi 3. En engin teljandi villuvandræði í hvoru liði. Engin með meira en eina villu. Þannig að þetta bara áfram gakk. Það eins og ég segi, sem fyrr mjög vel mætt í síkið. 3 fullar stúkur. Hringurinn, já, fullur á langhliðunum en grjóbílt á skamhliðunum. Tindastóll byrjar með boltann, þar sem að Njarðvíkingar unnu uppkastið í byrjun leiks. Skiptum þessu bróðulega á milli okkar. Björgvin, Helgi Freyr, Hannes, finnur Pétur, heppinn Hannes. Pap fær heppinn að skrifa ekki hana. Missir síðan bara boltann. Og stór undarleg sending hann hjá Bono. Ég trúi ekki að Daniel Guðni sé ánægður með þessa sendingu. Og Björgvin, fer bara alla leið eftir að slóla í boltanum og leggur hann auðvitað ofan í. Bono mjög ósáttur með sjálfan sig. Bono nær ekki að leysa boltann en hann finnur Pál. Björn fer alla leið. Óheppinn Björn þarna. Frábær hjálpvörn. Helgi þarf að mæta Byrni ofalega þar sem hann góður skotmaður. Pap hendir í grjótharðan þrist á miðjunni. Ekki fyrir miðri körfu, ekki frá miðjunni. Ekki vissum að hann geti það. En Bono kemur og sækir boltann hana. Þeir láta hann dræfa eins og alltaf. Hann fær villu. Á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Það 2 skiptingu Njarðvíkingum og einföld hjá stólunum. Pap kemur út fyrir Samb. Snjólfur kemur inn fyrir Pál Kristinsson og Corbin Jackson á vítalínunni og kemur inn fyrir Bono ef hann setur seinna vítið ofan í. Fyrra vítið á Bono ofan í. Seinna vitið, það eru miklar 90% líkur að það fara ofan í líka. Sem það gerir og Bono fer út af. Stefán og Mamadou Samb einhverju ægilegu geimi. Ægilega gaman hann. Chris Kerr kom inn á fyrir Hannes. Það sem að Hannes greinilega settur til höfus Bono í þessu leik. Hannes frábær varnarmaður. Góð varnarmaður þarna. Eins og þið sáðu. Chris Kerr var að reyna að finna Samb. Helgi finnur Samb. Blokkar Corbin hana. Corbin var þrisvar. Það verður bara
afsakið mig, ég man ekki alveg hvað hann spilaði í háskólaboltanum, en hann var valinn þrisvar varnarmaður ársins 3 tímabili röðum minnir mig. Hann hefur reyndar ekkert sýnt það þannig hérna á Íslandi, en á örugglega eftir að koma til ef hann fær startleyfi áfram hjá Njarðvíkingum. En Njarðvíkingar voru að hendi þrist Adam Eiður. Miklu aggressífari vörn hjá Njarðvíkingunum núna þessa stundina. Pétur fær skrif frá Samp rúlaði inn, Helgi með erfiða sendingu hann inn í. Það var aldrei að fara að komast til hans. Það var Adam, Snjólfur, fer alla leið, setur hann ekki Jóni, Corbin Jackson með frákastið, fer upp, skilar Jóni. Pétur, Helgi Freyr kemur með hann upp, finnur Björgvin og Pétur. Þeir eru að fara að spila nákvæmlega sama kerfi síðan spil. Kjert finnur engan, finnur Samp í horninu sem fer í þrist, setur hann honni. Góður skotmaður Samp. Snjólfur, Kjert til vartar. Corbin á greinilega búið að segja Samp að hann ekki skotmaður. Og hann blokkar þetta Samp. Skref hann á fyrst að þeir dæmdu ekki villu. Þá var þetta skref, en ég er nokkuð viss að það hafi verið villað undan og Helgi Freyr að fara með máli fyrir sinn mann á móti Halldór Jens dómara. En dómarann dæma, það er bara þegar ekki Halldór Jens, Halldór Geir fyrirgefið auðvitað. Takk fyrir að minna mig á það. Halldór Geir Jensson er hann. Segi ég. Frábær vörn hjá Kjert. Corbin kemur hann aðvífandi. Það vill á Corbin Jackson hann fyrir að hoppa inn í. Leifur sagði að Mamadou Samp hefði verið að hoppa beint upp. Corbin hefði bara hoppað hann frá. Helgi Rafn, Kjert. Pétur. Drive, finnur Samp fyrir utan. Þristur. Búm! Samp að spila vel hér í kvöld. Corbin ekki tilbúinn að mæta honum út á þriggjaselinni. Corbin fer backdoor, vel gert. Pétur kemur upp með boltan. Jón Arnór. Pétur fer bara alla leið, en þar er Corbin Jackson. Helgi Rafn, Kjert upp í þrist. Setur ekki Jóni, Helgi Rafn með flott frákast. Pétur upp í þrist. Setur ekki Jóni way off. Kemur Jón Arnór upp boltan. Snjólfur í þrist í horninu. Og Björgvin gleymir sér í frákastinu. Snjólfur fór hann í kringum Tindastól-leikmannina. Náði flottu. Logi brýtur á Helga Rafn. Logi skynsamur og braut áður en að Helgi gat gert neitt. Daniel Guðn og Logi vildu báðir fá skref, svo Helgi hefði skref áður en hefði þegar hann gerði þessa skrítnu gabbhreyfingu sína. Kjert þarna þrengir honum, en Samp fer í þrist. Setur hann ekki honni, en Björgvin kemur upp, finnur Kjert, Björgvin kom þarna bara svífandi frá þryggjasta línni. Og stelur síðan boltanum bara, fer alla leið og næstu því. Leggur hann honni, hann ætlaði að tróða. Og Daniel Guðni fær leikhlé. Það er svo mikið læti í húsinu að það heyrist ekkert.
Hvorki leikmenn né dómarar heyrðu flautið í klukkunni. En það kom ekki sög, það var ekkert búið að gerast, en staðan 39-18 fyrir heimamenn. 4:50 eftir af fyrri hálfleik. Mamadou Samb komið með 13 stig. Pab og Pétur með 7, Björgvin með 8. Hjá Njarðvíkingum Corbin Jackson með 8. Aðrir minna. Þá taka heldur betur við sér stuðningsmannasveitin Grettir. Alltaf mættir, þvílík læti. Eins og ég hef lofaði áður hérna í leikjum að ekki hérna, ég lofaði í leik Tindastóls Þórs Akureyri að það verður engin svikin á að koma á körfuboltaleik í Skagafirðinum. Þvílíka skemmtunin. 39-18. Njarðvík á boltan á endalínu síns vallarhelming. Leifur kemur þessi inn á. Jón Arnór Sverrisson kemur boltan. Jón Arnór Sverrisson sonur Sverris Sverrissonar, fyrrverandi leikmanns Tindastóls. Það Adam Eiður fór í skot þarna. Nú dómari middur. Olboy frá Corbin Jackson held ég. Skulum vona að það sé í lagi með Halldór Geir. Ég nokkuð viss að dómarinn hafi ekki tekið með sér varadómara. En þá væntanlega dæmaði bara dómarahlé. Hann það middur. Kosta farin að tala spænsku. Hannes var 1 spurningamerki í framann. Vissi ekki að samfyrir aftan sig. Hann virðist, sýnist mér. Sjúkraþjálfari Njarðvíkur að sinna honum. Svona við, hann allan sestur upp. Sjáum til hvað gerist. Stebbi formaður, fann að redda málunum. Vel hægt að treysta Stebba. Já, eins og ég var að segja áðan, þá Jón Arnór Sverrisson með 10 hjá Njarðvíkingunum. Hann sonur Sverris Þórs Sverrissonar. Já, flottur. Hann virðist vera að jafna sig. Það hér. Flott klapp. Kemur hér að Læknir. Það að kíkja á hann. Hér eru allir boðnir og búnir að hjálpa. Smá klaki frá Badda og já, þetta allt. Þá bara að gefa mannin frí fram að hálfleik og taka stöðuna. Nei, ég veit það ekki. Verðum við ekki að ég þekki ekki reglunar. Hann ætlar að fá sér smá frí og þeir ætla að halda áfram 2. Að spyrja Leifur ætlar að fá leyfi hjá þjálfurunum til að halda áfram 2. Já, þeir ætla að halda áfram 2. Leifur sem aðaldómari þarf að fá leyfi frá báðum þjálfurunum til að það sé leyfilegt. Auðvitað eru allir sátti með það. Dæmdu 2 dómarar hérna í fjölda ára áður. Samb með frábært. Þetta var flott kerfi á Tindastólsmönnunum. Samb náði sér innri stöðu þarna. Hann það hávaxinn að Corbin náði ekki til hans. Og Corbin finnur Loga í backdoor. Logi fær villuna á Helga líklegast. Finnst það mjög líklegt, já. Já,
Já, Helgi fyrir slátt. Logi á leiðan á vítalínuna fyrir 2 skotum. Já, 3 dómara reglan nú nýkomin upp, þannig að það báðir þessir dómarar eru reyndir í 2 dómara reglunni, þannig að það ætti ekki vera nein vandkvæði. Logi setur fyrra vítóni. Seinna víti sömuleiðis. Frábær leikmaður Logi. Kemur Björgvin. Finnur Helga Rafn. Helgi Rafn reynir að finna Samp, finnur hann ekki. Hannes, Björgvin í þrist. Já, feikar bara á Jóa. Það hengtæmi hjá manninum rosalega. Hittir ekki körfuna en ákomaðan vinn sem heitir Mamadou Samp. Rettar honum. Samp hafði ekki gott hedge. Miskilningur í vörninni hjá Tindastóll. Gefur Adami galopið skot. Finnur ekki körfuhringinn. Björgvin finnur Hannes. Hannes í galopið þrist. Setur honni. Það að brjála í stúkunni. 46-20. 26 munur fyrir Tindastóll móti Njarðvík. Björn með boltan, fær skrín. Já, frábært kerfi hjá Njarðvíkingum. Splundruðu vörninni hann með einu skríni. Rúllaði vel inn á körfunni, Korbin fær varnarmann. Samp fer í feita við tvist. Það er miklu frekar til í að fá hann til að fara upp á körfunni heldur en eitthvað svona æfingar. Björn Kristinsson setur 2 stig. Hannes finnur Björgvin. Björgvin fer í horn. Finnur Samp og það er vill á Loga. Auðvitað á Björgvin bara hendunum að körfunni. Samp á bara að tróða þessu. Það er 2-8. Ef ég væri 2-8 þá myndi ég alltaf tróða. Tvöldskipting hjá Njarðvík. Stefán Bonó kemur inn fyrir Corbin Jackson og Páll Kristjánsson kemur inn fyrir Adam Eið. Já, Tindastólsmönnum þá kom Pétur inn fyrir Björgvin. Fyrra vítið onni hjá Samp og seinna vítið, það leikur. Það kemur Jóhann Árni upp með boltan. Helgi nálægt í að stela boltanum hana. Jónas kemur inn. Jónas á að líma sig á Stefán Bonó. Sem hann nú gerir. Samp passar að þessi fara ekki honni. Pétur keyrir upp hraðan. Finnur Hannes. Hannes í þrist. Hannes beint honni. Það er haldið. Kemur Björn. Pétur til varnar. Pétur fær vill á sig, hárrétt. Jóhann segir Björn, Páll, Jóhann, Drævar, Páll með frábært skrín hann á Samp þannig að hann komst ekki í hjálpavörnina fyrir Helga sem gerir það verkum að Jóhann Árni galopið. Pétur finnur Hannes inn á Samp, Samp upp í tvist, mjög stuttur. Þurfti að gefa manninu smá bríðar sem að Kosta lítur að lesa hugsanum mín og hann kallar á tap leið. Helgi Rafn með frákastið. Hann er einn á allir Njarðvík-liður og hann ætlar bara að fara þetta. Gerir það, setur ekki boltan honni. Óheppinn Helgi Rafn þarna. Og Björn, hann er að fara að setja þrist.
Það er stuttur strax, sá það. Hannes fljótur að lesa leikinn hana. Pétur finnur Hannes, Hannes upp í þrist. Hannes ekki Jóni, Jónas. Það er vill á Pétur örugglega. Nei, Jónas fyrir að ýta á Bono. Það var svona vill á Pétur líka, það er ekki það. En Pétur fær frí, eða bríðar. Samt sömuleiðis, Papp kemur inn á, átti frábæra innkomu áðan. Þá fer Björgvin að taka boltan fyrir Tindastólsmenn. Bono kemur aftur á móti upp með boltan fyrir Njárvíkinga. Hann finnur Jóhann og Logi finnur skotið sitt, setur honi. Hann er svo góður maður. Björgvin finnur Hannes. Hannes driblar. Björgvin, það er ekkert í gangi á Tindastólsmönnum núna. Einhvern veginn gerist þetta. Papp fer í tvist. Jónas eltir boltan. Hann var á línunni. Dómarinn var í frábæri stöðu þarna. Já, þannig að sjáðu muninn að þegar Pétur er inn á hvað hann stjórnar leiknum algjörlega hjá Tindastólsmönnum. En síðasta skot hálfleiksins er Stefán Bonós, greinilega, og hann fer í það frábær vörn hjá Jónasi. Það hefði bara verið svindl hefði þetta farið honi, en það er svo virðist ekkert engin lögmál gilda Stefán Bonó, en hann skoraði ekki þarna. Í staðinn í hálfleik 51-28, Tindastólsmenn leika alls 80 hér í fjórða hálfleik, búin að vera í rauninni bara hreint út sagt frábærir. Við tökum okkur 10 mínútna hlé og heyrumst í seinni hálfleik, ekki vera langt.
Jóhann Árni Ólafsson og Corbin Jackson. Sama hjá Tindastömönnum, það er sama byrjanlið og byrjaði leikinn. Það er Pétur Rúnar Birgisson, Björgvin Hafþór Ríkharðsson, Kristoffer Kjeld, Helgi Rafn Viggvason og Mamadou Samb. Björn Kristjánsson er hér með boltann. Snjólfur, Logi, aftur Snjólfur. Snjólfur dræfar, kemst ekki neið, finnur Loga í þrist. Hann er inn og út hjá Loga. Margir halda að þetta hafi verið erfið þristur, en þetta er bara venjulegur Loga þristur. Pétur finnur Kjerd, Björgvin skjóta þessu. Hann finnur Samb, Samb fer í tvist, hann er skakkur. Það er villa á Kristoffer Kjerd líklegast fyrir að halda hann að Jóhanni. Já, hann er rétt. Engar villuvandræði, hún segi auðvitað, hann Logi Gunnarsson, hann er bara komið 3 ár, hjá búinn að gleyma því. Hann fekk þriðju sína þarna í miðjum annan leiknum, spilaði ekki meira leiknum. Munar minna. Þeirra leiðtogi, fyrirliði og allt múlíkt mann. Samb lætur platast upp í loftið. Corbin finnur ekki körfuhringinn og það er bara skotklukkan. Skotklukkan rann út. Og þá eiga Tindastóll boltann. Góð vörn hjá Samb. Björgvin, Pétur, þeir fara í sýnismið. Já, þeir eru svæði sýnismið Njarðvíkingar. Pétur fer í þrist. Þetta er akkurat það sem Njarðvíkingar vilja. Gerist ekkert hjá Tindastóllmönnum. Logi finnur Jóhann Árna. Hann fer inn í miðjuna og fer bara alltaf leið. Helgi blokkar Jóhann. Björgvin fer alla leið, finnur Pétur, hann fer öfumegin við, skorar ekki, en Samb fylgir vel á eftir og kemur svona í. Logi, Daniel Guðni við alltaf á villu. Björn Kristjánsson, það er hörðu villa á Helga Rafn. Það er sko ekki að leyfa Corbin að skora og láta hann vinna fyrir stigunum á vítalínunni. Hann fer á vítalínuna og er að skjóta 2. Daniel Guðni er að, já, hann vill fá villu. Hann var svo sem að fá villu, en hann vill fá villu líka áðan. Það er að Corbin setur fyrra villið ekki onni. Seinna villið. Það er way off og bara það sem að kalla er á frummálinu airball. Kemur Pétur. Samb fær hann inni, mjög langt frá körfunni, hann nær ekki að búa sér til stöðu. Björgvin finnur Helga, frábærlega gert og Samb kemur á eftir, fylgir. Helgi vill fá villu, fekk ekki villu, það skiptir ekki máli. Tindastóllsmenn skoruðu. Það var að Corbin. Samb bakkar á honum. Það er skref að kosta, en Snjólfur. Já. Það var airball. Síðan var villa á Corbin Jackson í frákastinu. 55-28 staðan, 7:36 eftir af þriðja. Pétur, þeir fara Helgi, já, þetta er einfalt og Samb með Corbin á bakinu, fer upp, hárrétt. Þetta er þriðja villan á Corbin Jackson. Hann er steinhissa, þó hann hafi farið á hestbak á Samb. Það er bannað í körfubolta og hefur alltaf verið. Fyrra víti á Samb, beint og ný. Seinna vítið ekki og ný, en á Jóhann Árni með frákastið. Finnur Björn Kristjáns. Bussi, Jói, Logi driblar í fótinn á Björgvini.
Þannig að Njarðvíkingar eiga boltann á hliðlínunni. Og Björgvin stelur boltanum af Loga. Áttökum erfiðleikum við dribbli. Ég var að bíða eftir að myndi tróða þessu en hann skilar þessu honni. 2 stig. 30 stiga munur. Og Korbin fær villu á Helga Rafn. Helgi er ekki sáttur. Og Leifur segir Helga að hætta með þessi látbrögð. Annars fá hann tæknivíti. Ef þetta hefði verið NBA hefði Helga líklegast verið hent út úr húsi. Svo strangar eru reglurnar þar þannig að en Corbin Jackson er ekki að hitta á sinn dag á vítalínunni. Hann er búinn að klikka 3 í röð. Og seinna vítið er heldur ekki onni og Helgi bara frekar og tekur frákasta af Samp. Pétur finnur Kert, setur ekki onni en Björgvin nær frákastinu. Hann var bara búinn að Kert fær afturskot, setur það inn og út hjá Kert eins og í fyrri hálfleik. Með fyrirmunu að skora. Og það er villa á Kert líklegast. Kemur Adam Eður inn á fyrir Snjólf. Korbin, Jóhann Árni, Björn Kristjánsson, hann reynir að finna. Björgvin fer að leið líklegast, neða finnur Samp. Samp fær villu á Loga, það er 4. villan á Loga þannig að hann er að fara að setjast á bekkinn. Jón Arnór Sverrisson kemur inn. Hefði mátt vera skynsamur Logi og láta bara Samp skora þessu en kannski vildi hann ekki fá stemninguna í tróðinu sem fylgir því. En fyrra vitið hjá Samp er ekki onni. Seinna vitið, það fer onni. Björn, Jóhann, Adam Eður, dribblar á Kert. Corbin Jackson, finnur Björn. Jón Arnór segir, já, setur þetta onni, vel gert. Þarna létu Njarðvíkingarmenn boltann ganga vel. Og endanum var komið riðil og vörn Tindastóls og þeir fengi að fá galopinskot. Pétur á Kert, galopin þrist. Setur onni, já, svarar þessu. Auðvitað, hann getur skotið strengur. Jón Arnór, Björgvin til varnar. Óbengið stela boltanum. Björn, Pétur, Korbin, setur þetta ekki onni. Þeir bara leiða eitthvað á bara að vera öruggt. Pétur finnur Samp finnur Björgvin í þrist. Björgvin er toppdrengur, setur onni. 65-31. Korbin að bara missa boltan hana. Fær villu á Samp. Það var óþarfi á Samp hann að ef hann ætlar að brjóta, ef hann ætlar að halla sér yfir þá bara hallar hann sér þannig að hann brýtur á honum og losni við hann. Nei, leipur hann ekki onni í hörna. Kemur Svavar Atli Birgisson inn á. Svavar með allt á hreinu. Skóm í stíl við búninginn. Vinnrauður og flottir. Pétur, Kert, Samp, Svappi,
Björgvin, Kert í horninu, þristur, samstað á hann, stuttur, Samp nær ekki boltanum. Björn, fær vill á Björgvin fyrir að teika, hárrétt. Bauð Leif upp á þetta að dæma þetta með að setja höndina á bakið á honum. Búið að svo gengur og gerist í svona leikju þar sem að annað liðið mikið yfir og þá aðeins búið að dofna yfir áhorfendum hér. 31 munur, 65-34 og Björn klúðrar á fyrra vitinu. Seinna vitu setur hún í. Pétur stýrir þessu eins og herfóring. Finnur Samp, Svappi, Pétur. Einfalt. Pétur nær bara sína eigin frákasti, finnur Kert í horninu. Auðvitað. Tveir af þremandi í horninu. Jóhann Árni þrist, setur ekki hún í. Vill á Samp hárrétt. Hrindir korpinn hana. Sama þarna gerir starfið hjá Leif einstaklega auðvelt með því að þó hann hafi ekki ýtt eða fast þá er þetta mjög einfalt fyrir hann að þetta var fjórða villan á Mamadou Samp sem komið 25 stig. Búinn að spila bara nokkuð vel hér í kvöld. En það eins og ég segi, 33 stiga munur, komin svona smá deyfð yfir mannskapinn, vantar eitthvað smá pepp, eitt tróð, stemning þrist, transition, eitthvað. Daniel Guðni hefur aldrei rólegur leiklegi. Halldór Geir dómari bara kominn búinn að fá sér hægindastól og horfa á leikinn. Búinn í sturtu og allt klárt. Sama lið kemur úr leikleginu þó að þar sjáum við Halldór Geir. En þó að Samp sé með 4 villur þá spila kost á honum áfram. Corbin Jackson átti til að skjóta vítunum sínum. Með hvernig hann hefur verið að skjóta þeim þá ekkert líklegt að Bono komi inn á strax. Fyrra vítið bara aldrei að fara ofan í. Grettir komið með sömu taktík og með Steve Francis, Alex Francis eða hvað hann héti hérna haukamaðurinn fyrir 5 árum. Corbin Jackson hleypir Bono ekki inn í leikinn með því að klúðra seinna vítinu. Smá ráðaleysi hana í leik tindastóðsmanna. Pétur með Pál Kristinsson á sig og Jóhann kemur og tekur í villuna. Svappi skilar hann samt skotin honni og hefði gefið Pétri stóðsendingu. Papp kemur þá inn og fyrir Mamadou Samp þar sem Corbin Jackson fyrir út af. Búinn að skila flott með leik. Ekkert alls óvíst að hann kom ekkert meira við sögu ef að engin þörf á, maður veit það ekki. Kert hótar skotinu, finnur Svappa og Svappi, leggur hann honni. Fingerról með vinstri maður. Gamla góða fingerrólið. Það Bono, Björgvin til varnar. Bono þarf að losa sig úr boltan. Adam Eiður fer undir. Svappi með hann skrýtna sendingu. Já, sendingum á kalla. Svappi í þrist. Búm! Auðvitað Svappi. Búinn að gera þetta svo ofta áður. Svavar Atli Birgisson og Björgvin búinn að líma sig á Bono. Hann hefur ekki setið sólar hér í kvöld. Ekki verið hans dagur. En megum ekki gleyma því að
Gæinn búinn að skýta 2 hálseinar á 1,5 ári, eitthvað svoleiðis. Undraverðum árangri, það bara stórundarlegt. Og Pap með flotta afturhins baksendingu og Björgvin treður þessu. Gefið stóðsendingun á Pap. Tindastólsmenn eru að tafsigla Njarðvíkinga hérna með 40 stiga mun, 75-35 og við erum ennþá í 3. leikluta, gott fólk. Páll finnur Bono, en Björgvin bara treður þessu. Já. Heldur betur. Beint úr breiðholtinu. Og bekkur Tindastóls vægast sagt ánægður og það eins og ég sagði í síðasta leik, það karnevalsstemming í síkinu. Jóhann ætlar að slökkva í stuðningsmönnunum, gerir það ekki. Adam Eiður með flott frákast. Vill á Svappa, hrindur honum út af. Hárrétt, Leifur með Arnaraugu hana. 2 skot, það kom bónus á Tindasmennina. Jói farin út af fyrir Snjólf. Adam Eiður á leiðin á línuna fyrir 2 skotum. Fyrra víti ekki á ný. Seinna vítið stúmdrar núni. 2 mínútur eftir að 3. leikluta. Pétur kallar horn. Finnur Kert í horninu, Kert upp í þrist, setur hann ekki á ný. Papi með þetta frákast. Kemur hann bara út. Já. Fær síðan boltan aftur. Pétur. Björgvin. Finnur Svappa. Svappi fer í skrítiskot og hendur hann sem bara út af. Það var Tindastólsmenn eru bara að fá óteljandi möguleika í hverju einustu sókn. Það er einhver misskilningur eða samskiptaleysi eða hjá Njarðvík. Þarna kemur Bono, fær villuna á Kert og 2 stig, hárrétt. Löngu komin í hreyfinguna. Hann er svo góður. Hann bara kastar boltanum upp. Og hann bara sogast ofan í hringinn. Eina vitið, setur það á ný. Pétur finnur Kert í horninu. Kert hætti við skotið, finnur Svappa á toppnum, setur það ekki á ný. Bono kemur boltan. Hann er að fara að skjóta þessu, frábærlega gert hjá Pétri. Það er að seilast í boltan til að stoppa skotið. Snjólfur, Svappi til varnar, Adam Eiður þrist, setur hann ekki á ný, Kert með frákastið. Pétur keyrir upp hraðan. Pétur fer baseline, finnur Björgvin á Pap. Frábærlega spila á strákunum, setur ekki á ný, en Kert kemur, fylgir þess eftir, setur þetta á ný. Gengur ekkert upp hjá Njarðvíkingunum að samanskapi. Eru stólarnir að spila frábærlega. Bono fyrir miðuna. Það er bara sendt á línuna frekar. Bömpaðan hana. Já. Jónas kemur inn á fyrir Björgvin. Björgvin er búinn að vera frábær hér í kvöld. Og uppsker knús frá Kosta þjálfara. Bono setur fyrra við Doni. Ég hef enga trú á hann klúðri hinnu. Sem hann ekki gerir. Ekki nema nett. Þetta er svona spurningum að velja að hafna hvort þetta 50% skot. Kert galopin í horninu, þetta er æfingaskot. Hann á að setja þetta, setur það ekki. Ákveður síðan að drippla bara í ógöngur, hefði ekkert að gera. Kosta ekki sáttum með hann. Bono tekur síðasta skoti hér í 3. leikluta.
tekur Jónas á driplinu, finnur Snjól, frábærlega gert. Pétur finnur Papp, hann ekki nógu fljótur að sleppa honum, setur næstu boltan og nýsan. Þar með lýkur þriðja leikhluta, staðan 79-43 fyrir Tindastól. Og kom smá bakslagi í þetta hjá stólunum. Njarðvíkingar hafa aðeins minnkað muninn. En Helgi þarna gefur Chris Kjert 5, er væntanlega að reyna að koma einhverju hita í skothöndina. Hef trú að hann fá eitthvað gott frá Helga og muni setja eitthvað fullt af þristum í fjórða leikluta. En enn og aftur þá viljum við að sjálfsögðu þakka öllum fyrir stuðninginn svo við getum haldið þessar útsendingum áfram. Ég vona að þið njótið góðs af, gott fólk. Segið öllum frá þessu. Biðið alla tune in. En Njarðvíkingar eru bara með mjög stutt leikhlauta og það er einhvern veginn bara skrítin stemningin í Njarðvíkurhópnum. Byrjunliðið allt út af fyrir utan Snjólf, hann er inn á. Og Jói situr svona bak við bekkinn og þetta er en það segir sig kannski sjálft þegar þú ert að tapa með 30 pluss stigum og það er erfitt að mótur vera að segja áfram í leikinn. En Papp ákveður að missa boltan. Skrítin ákvörðun en hann afsakar sig. Kemur Bono, Jón Arnór, Snjólfur, Páll, Jón Arnór, finnur Pál Kristinsson, hann setur ekki honni. Papp með frákastið, finnur Pétur. Pétur finnur Chris Kjert segi. Papp skrefar hárrétt. Kosta öskar eitthvað á hann á spænsku. Og hárrétt, hann var með vinstri fótinn í lausan en fer á stað með þann hægri áður en hann driblar, það er bara bannað. Jón Arnór finnur Adam, hann driblar inn í miðuna. Snjólfur og Snjólfur er að fara að skjóta þessu bolta, það er lítið eftir að skotklukkunni. Frábærlega vel gert hjá Snjólf. Frábærlega vel gert. Fer baseline, hótar að fara back, fer bara með vinstri laufléttan. Pétur, Kjert, galopið skot. Já. Þetta eru smiðið Helga Freys, hann klappa á honum í leikliðinu, ég sá það. Og Jónas með frábæra vörn, fær vill á sig, hann steig inn í Bono. Og Bono var að leiða hann á vítalínuna fyrir 3 skotum. Jónas tók hálfu skref of langt. Þannig að hann fer í Bono. En 3 skot. Kemur Óli Píp. Skúr á gólfið. Þeir vilja bara skúra. Já, Óli er komin í yfirvinnu hana. Svappi fær blóðnasir upp úr engu. Svappi sé Óli heldur á að skúra, hann verður búinn að skúra allt húsið hann veit af.
Hann bara að skora Tindastólsmenn út úr húsi. Nei, leyfum hann að vera áfram. Það var Bono, fyrra vitið, nei, fyrsta vitið. Það eru 3, hann var langt fyrir utan. Hann setur þá inn í. Það ennþá einhver reikistefna í... Nei, þetta allt í góðu. Helgi bara eitthvað fíblast. Víti nr. 2 hjá Stefáni. Það sömuleiðis svona í. Þriðja á síðasta vítið. Það hefði haldið. 3 stig frá Stefán Bono. Og þá kemur Pétur upp. Skrif frá Helga. Papp í þrist. Setur hann ekki honni í. Fer vinstra meginn á hringinn og það enginn til að taka frákastið. Komin einhver deyfði við stóluna. Sóknin hæg. Helgi glemir að tala hann og Pétur fer í skrín. Jón Arnór driblar, finnur Bono. Helgi næstum búinn að stela boltanum. Adam Eiður fer í þrist, setur hann honni í. Sjáuð þarna, Bono dræfarinn teig og hann eins og segull. Það voru bara allir leikmenn Tindastóls að honum. Jónas í þrist, það vilja allir vera með. Setur hann ekki honni, Jónas góð þriggjastaðskipta. Jón Arnór hótar skotum, finnur fyrirgefið Hilmar Hafsteinsson sem setur öxlinn undir sig og ítir Helga Rafni niður í jörðina og fara á sér ruðning. Sóknarvelli. Samp kemur inn á fyrir Papp. Samp og Bono eru greinilega góðir vinnir. Búin að vera að tjatta allan leikinn og fyrir leik voru þeir í svona góðu tjatti. Kemur Pétur. Chris Gert og þeir vilja fá inn á Samp. Samp eins og hlaup hann inn í teig. Lætur íta sig svo mikið en Pétur finnur Helga Rafni í þrist. Hann setur hann ekki honni í. Kosta ekki sáttum með sýndist mér ekki. Skref sýndist mér hann í tvígrip en kannski... Nei, fyrir ekki, þetta var ekki tvígrip. Gríp að... Senda hann. 82-53, 7 mínútur eftir. Þeir fá aftur inn á Samp. Samp nær sér engri stöðu en Pétur bara fá nóg að þessu. Myndi að stiga á töfluna. Setur stig á töfluna. Fær síðan villu. Bara öfnuvillan Pétur. Hannes inn fyrir Jónas. Hannes að djöflast í Bono. Þeir skipta þessu svona bróðlega á milli sín. Enda verðugt verkefni. Samp hann að reyna að stela innkastinu, næri ekki. Hilmar fær vill á Helga. Helgi algjörum óþarfa þarna. Hann þurfti ekkert að slá, hann miklu stærri og sterkari. Allan stærri. Þeir hafa nú aldrei farið í slag, en ég veit ekki hvort sterkari. Hann átti bara að standa þráðbeinn. Hilmar setur fyrravítið ekki honni. Seinnavítið setur hann honni. Kemur þessi 30 stigin, 84, 54. Þeir eru 6:40 eftir af fjórða leikluta og jafnframt þessum leik. Helgi Rafn finnur Samp sem að snýr sér bara við og leggur hann honni. Hann ætti að geta gert þetta alltaf. Hann hafi ekki svona 15 til 20 cm á næsta manninum. Bono! Hann rosalegur. Hann fekk hann 10 cm til að skjóta og boltinn var komin ofan í áður en að Hannes var lentur. Kert fer inn í miðuna, finnur Helga Rafn, Helgi Rafn leggur hann honni. Það eru bara
Já, bakverður í þeim skilningi með hæðina, en Hilmar virðist, hann skýtur þrist, dundrar honum niður. 88-60. Pétur splittar vörninni hana, fer þetta leið, var komin of nálægt og sett hann undir hringinn. Jón Arnór finnur Adam, Adam setur hann onni. Nú kæruleysi á stólunum bæði vörn og sókn. Pétur vill fá smá skikka á þetta, kalla kerfi, fær horn, Helgi. Pétur hefði örugglega 3 sekúndur, hann fáir ekki samt var heppinn að fá ekki 3 sekúndur á hann síðan. Hann verið allan tímann inn í teik. Nú gleymir sinni síðan í vörninni og Hilmar setur þetta onni og Kosta brjálaður. Þetta ekkert annað en kæruleysi. Hannes finnur Sam, hann bara sterkari en Hilmar á postunum. Finnbogi kemur inn á fyrir Kert og Corbin Jackson kemur inn á fyrir Bono. Já, Hannes kemur inn á fyrir Björgvin. Já, Björgvin kemur inn á fyrir Hannes. Nú hafa þetta rétt. Björgvin fær skrín frá Helgarab. Pétur, þristur frá Pétri. Setur ekki honni, Sam með frákasti. Hann finnur Pétur, Pétur fyrir bara aftur í þrist. Setur hann ekki honni. Helgi þá með frákastið. Pétur róar þetta niður. Fær skrín frá Helgarab. Finnur Sam. Sam, Pétur fyrir þriðja þristinn. Hann heldur ekki honni. Sam ennþá með frákastið. Björgvin bjargar honum. Barátta þarna. Pétur fær líklegast villu á... Nei, fær villu á sig. Leifur... sýndist mér að hann hafa gert látfræðum að Pétur hafi ýtt frá sér í baráttunni. Það bannað. Corbin á Samp. Það tvöföldunina og missir hann af lærun af sér og út af. Það kemur Pálmi Geir Jónsson inn. Kemur inn fyrir Helgarab. Það fá allir að vera með. Heldur betur. 4:13 eftir, 90-65 staðan. 25 staða munur. Finni. Finnbogi. Það horn. Pétur, Pálmi. Finnbogi inn á Samp. Með Corbin til varnar. Björgvin, Finnbogi skýtur þessu. Setur ekki honni. Samp með frákastið. Hann skrefar á hárrétt. Nú veit minna hann hefði verið viss boltan en Kosta bara segir að halda fastur á boltan. Það bara hárrétt. Geta láta slá boltan úr höndum á sér. Jón Arnór, það stólinn bolti, næstu stólinn bolti. Adam kemur til bjarga. Corbin fer á Samp. Frábærlega vel gert hjá Corbin. Pétur. Pétur fer alla leið, finnur Björgvin í horninu. Hann fer í þrist, setur hann honni. Björgvin að spila frábærlega. 20 stig frá drengnum. Hilmar dræfa baseline, setur hann ekki honni. Corbin næstu búinn að ná frákastinu. Pálmi bara sterkari. Og Björgvin fær villuna á Jón Arnór. Hárrétt hjá Jón Arnóri. Stoppar hraðarupplaupið. Pétur fær, hálfgerða heiðurskiptingu, búinn að vera stjórna þessi leik frá A til Ö. Jónas kom inn á og núna mun þá Finnbogi væntanlega taka boltan upp. Það verið að skúra.
Björgvin, Pálmi, Jónas inn á Sam. Sam finnur Björgvin. Finni í skotið. Það way off. Pálmi með flott frákast. Ætlar að setja hann upp til Sam. Kemur Hannes inn á. Klárum þetta á punkt. Frábær vörn hjá Björgvin hann, las sendinguna. Ætlar alltaf leið, gerir það. Já, setur þetta honni. Frábært hesitation hann í steppinu hjá honum. Svona hægir á sér í layup-skrefinu. Pálmi með korpinn. Björgvin, frábær hjálpavörn. Korpinn nær einhver meginn og skrefa líklegast. Nei, fær 3 sekúndur á sig. Inn á hjá Njarðvíkingum eru komnir 2 ungir herrar. Hermann Ingi Hárðarsson og Gunnlaugur Hafsteinsson. Tók ekki eftir skiptingunni, afsakið það. Björgvin fer í layupið, setur það ekki honni. Þetta var eitthvað of fritt fyrir hann, ég veit ekki. Jón Arnór, Gunnlaugur, Hilmar, Þristinn, Korpinn með, nei, hann náði ekki frákastinn, Pálmi með frákastinn. Björgvin á Hannes, Finni, Björgvin, Jónas. Jónas finnur Finnboga, verður að skjóta þessu. Hannes ætlar að gera það, nei, Finnbogi ætlar að gera það í þristinum. Setur honni, heldur betur, Finnbogi Bjarnason. 98-67, það eru 1 mínúta eftir að þessum leik. Það sem Tindastóll hefur verið mun betri aðilum allan þennan leik. Þarna er Corbin Jackson að bóla sér í gegnum teginn. Frábær backcourt, frábær vörn hjá Corbin. Hannes fær galopinn þristi en klúrar, Björgvin róar þetta. 39 sekúndur eftir á skotklukkunni. Björgvin ætlar bara að leið, gerir það og treður þessu! Auðvitað! Kórar sinn, frábæra leik, fær villa auki. Björgvin Hafþór Ríkharðsson fær alla til að standa upp úr sínu sætum. Hann heldur betur að minna á sig. Vítið stutt, öllu saman. Hannes nær frákastinu. Jónas fer alla leið, finnur Pálma. Pálmi ætlar að fara á baseline, getur ekki. Hannes finnur Finnboga. Jónas skjóta þessu. Jónas skýtur. Airball. Þurft að skjóta. 15 sekúndur eftir leiknum. Njarðvíkingar klára væntanlega leikinn. Korpinn vill halda áfram að spila. Ekkert heldur skaftaði. Gunnlaugur, setur þetta honni. Finnbogi hann að svindla í vörninni. Kosta segir að hætta. Frábær sigur hjá Tindastóllsmönnum. Þeir voru gjörsamlega miklu betri hér í kvöld. Það verður bara að segja sem er. Njarðvíkingar mættu bara hreinlega ekki til leiks. Og Tindastóllsmenn bara voru betri frá upphafsmínútunni. En við ætlum að ná eins og eitt viðtal, þannig að endilega verið með okkur í smástund, leifum þessu að rúlla. Ég heiti Guðlaugur Skúlason og ég vil bara þakka fyrir mig og fyrir hönd allra hjá okkar hjá Tindastóll TV. Þakka bara fyrir áhorfið, endilega bíðið í smástund með við finnum einhver til að taka viðtal við.
Halló, þið í mér? Jæja, strákar. Halló. Þið í mér? Halló. Svona. Hvað segir þið? Ha? Já. Hvað segir þið? Já. Strákar. Eitthvað að koma. Helga langar inn í klefa. Já. Þó að banki kom með, kemur röddin mín, eða? Ok. Við erum komin með Helga Rafn hérna. Helgi, þið bara kaffsildu Njarðvíkinga frá fyrstu sekúndum, kemslega? Já, þetta var mjög góður liðssigur hjá okkur og það kom allir tilbúin í þennan leik og ég er mjög ánægður með það. Er þetta bara þjálfarinn sem að gera þetta eða var eitthvað öðruvísi vika fyrir þennan leik aðra? Nei, við bara spilum okkar varnarbolta sem við erum búin að vera að æfa og þetta er vonandi það sem mun koma hjá okkur í vetur og þetta tekur bara smá tíma og en þetta small allt í dag allavega, bæði sókn og vörn. Já, þið voruð með einhverja sérstakar gætur á Stefáni Bonó, títtnefndum? Nei, jú, þetta er náttúrulega honum og laga, það átti náttúrulega að passa á ekstra vel en menn voru að falla vel frá og komið vel í fyrstu og aðra og þriðju hjálp og það gekk eins og mjög vel upp í dag og við leiðum að skjóta fullmikið hérna í fjórða, halda þeim aðeins neðar. Er það ekki bara eðlilegt svona detta hans niður dampinn svona þegar maður er komin yfir 30-40 stigum? Jú, það er eðlilegt. Kosta sáttum í sigurinn? Já, við erum mjög ánægðir með sigurinn og fá 2 stig á töfluna, það er mjög gott. Ég heyrði að hann hefði ykkur ósáttu við að það hefði skotið þristan í leiknum, var það eitthvað? Nei, þetta hefði átt að fara honi bara. Það held ég, takk fyrir.